En við byrjum á umræðu olíuhreinsunarstöð á Vestfjörðum sem Framtíðarlandi segir óþarfa, þar sem önnur störf eru möguleg. Þórólfur Halldórsson, sýslumaður á Patreksfirði og Ólafur Sveinn Jóhannesson frá Framtíðarlandinu eru sestir hjá Jóhönnu. Velkomin báðir tveir. Takk. Ólafur, ef við byrjum þér að leggja fram þarna fullt af góðum hugmyndum atvinnuuppbyggingu á Vestfjörðum. En er það sannfærandi fyrir ykkur að segja, heyrðu, við erum með hugmyndir á blaði, en við viljum blása af hugmyndir olíuhreinsunarstöð sem komin enn lengra heldur en þessar hugmyndir sem þið eruð að leggja fram og 500 ný störf. Er það sannfærandi fyrir ykkur að segja þetta við Vestfirðingar sem standi í þeim spori sem þið gerir í dag? Ég hugsa að megin þátturinn í þessari umræðu sé mjög sannfærandi á þann hátt að þarna erum við einungis að endurspegla Vestfirðinga. Það voru fjöldi Vestfirðinga sem sendu inn þessar hugmyndir og margir aðrir Íslendingar líka sem annt atvinnulíf á Vestfjörðum og ég held að það sé megin atriði hér að við höldum áfram að leita leiða til þess að bæta atvinnulíf á Vestfjörðum. En ykkur hugnast ekki þessi olíuhreinsunarstöð? Nei, við teljum að hún sé ekki eitthvað sem Vestfirðingar ættu að líta til og það er okkar álit einfaldlega vegna þess að við lítum á atvinnustarfsemi sem miðlar að vistvænum og arðbærum hugmyndum sem eru ekki jafn gleypandi og þessi pakka hugmynd og ég held að ef innviðir samfélagsins á Vestfjörðum væru þeir sömu og annars staðar á landinu þá væru við samkeppnishæf til þess að aðstoða þá frumkvöðla sem vilja koma fram með sínar hugmyndir. Þá er áður að kemur að þér að skuli fá einnig myndir á skjáinn af svona olíuhreinsunarstöð, svo við áttum okkur á því og þeir sem eru að horfa, hvað við erum að tala um. Þórólfur, þetta er svona olíuhreinsunarstöð, svona ein típisk og svo er ég nú með eina mynd hérna af olíuhreinsunarstöð í myrkri. Ólafur Eiríksson sagði það sem að stendur í fósfóru hátækninnar að þetta gæti nú verið fallegt í myrkri að horfa á ljósin frá olíuhreinsunarstöðinni. En það er ekkert langt síðan Þórólfur að fjórðungssamband Vestfjarða ályktaði svæði ætti að vera stóriðjulaus fjórðungur. Þetta gengur alveg þvert á þær fyrirætlanir. Já, það var nú bæjarstjórinn á Ísafirði sem að sló þessu fram og menn tóku undir þetta að það veri sjálfsagt að reyna þetta. Það er nú nokkur ár síðan og það var meðal annars höfðað til sjónarmiða sem að Ólafur Sveinn stendur fyrir og fleiri. En það er nú því miður ekki komið neitt á daginn enn sem að leysir þennan atvinnuvanda. En er það bara stokkið svona eins og hann talar þetta er bara eitthvað svona pakka laust, það áttu nú að redda Austfjörðum með álveri og nú á að redda Vestfjörðum með einu stykki olíuhreinsunarstöð? Já, sko, þetta lítur nú ekki svona út. Þetta er ekki annarkvort eða og þetta er dálítið vont að nálgast þetta verkefni með það í huga að segja alltaf væri ekki nær, vilji ekki frekar og svo framvegis. Því að ég er alveg sannfærður það þó ég hef ekki séð þessar hugmyndir sem Framtíðarlandið er að leggja fram að þarna eru margar ágætis hugmyndir. En þær geta bara farið mjög ágætlega saman við hugmyndina olíuhreinsunarstöð. Þetta þarf ekki að beina þessu hvoru gegn öðru. Þannig að við komum aðeins að því, Ólafur, við skulum aðeins kíkja hérna og fá á skjáinn þessar hugmyndir, eða nokkra þeirra, það eru nú fjölmargar hugmyndir sem koma fram í þessu riti ykkar sem við ætlum að kynna morgun. Stórskip- og umskipunarhöfn, Háskóli Vestfjarða, vestfirskar sjóstangaveiðin, framleiðsla á lífrænum og hreinum afurðum, millilandaflugvöllur, hvorki meira né minna, prjónaverksmiðja, við skulum halda áfram, sjávardýrasafn, umboðsmaður frumkvöðla, flugumsjónarmiðstöð í Bolungarvík, netþjónabú, björgunarmiðstöð Vestfjarða, ættfræðisetur, galdrasýning á Ströndum, þetta er nú svona einhver útþensla á því sem fyrir væntanlega, stofnun þjóðgarðs, vatnsátöppunarverksmiðja, vestfirsku bjóræktun og kræklingi. Ólafur, það er þarna hellingur af alveg ágætis tillögum og stórtækum flottum tillögum. En er þetta bara ennþá hugmyndir á blaði? Já, vissulega er þetta bara hugmyndir á blaði, en það var það tilgangur Framtíðarlandsins þegar þeir héldu sér núna 10. nóvember á Ísafirði að upphefja þessa umræðu. Ég spyr hvað ef olíuhreinsunarstöð er svarið og við fáum ekki olíuhreinsunarstöð, hvað erum við þá að gera? Þannig að ég tel að þessi umræða, hún verði að halda áfram. Við verðum einfaldlega að skapa þar aðstæður svo að fjórðungurinn verði samkeppnishæfur og þar hafa stjórnvöld algjörlega brugðist. En alveg svo Þórólfur segir, áður við kannski förum í þátt stjórnvöld í þessu, getur þetta ekki bara farið saman? Hvers vegna ekki, hvoru tveggja og af hverju að blása út
þessar hugmyndir olíuhreinsunarstöðina sem að vissulega, það lítur út fyrir að hún geti skapað 500 ný störf. Þetta veruleg fjárinnspýting inn í fjórðunginn. Og það virðist vera, allavega samkvæmt skoðanakönnun sem var gerð fyrir árið síðan, að meiri hluti íbúa í þessum fjórðungi, eða í þessu kjördæmi, norðvestu kjördæminu, fylgjandi uppbyggingu olíuhreinsunarstöðvar. Já, ég sá ekki þessa könnun, en það getur vel verið og eflaust rétt hjá honum Þórólfi að olíuhreinsunarstöð getur unnið með öllum þessum hugmyndum. En ég spyr alveg svo framtíðarlandið og það það sem við erum að leggja til. Þetta nauðsynlegt? Þess vegna leggjum við til þessar hugmyndir sem eru búin að fara í gegnum skýrslu eftir skýrslu eftir skýrslu frá fjórðungssambandinu til utanríkisráðuneytis. Allar skýrslunar að benda á hið sama og þetta eru Vestfirðingar sjálfur að benda á. Þeir vilja geta gert þetta og það eru einfaldlega mistök að hafa ekki farið í þá vinnu eftir þessa ályktun sem fjórðungssambandi setur fram að gera Vestfirði að stóruðu lausum fjórðungi. Hvers vegna fara menn þá ekki áfram? Hvers vegna taka þeir ekki skrefið? Hvers vegna ekki farið í þessa vinnu þá að þessum markmiði? Þórólfur, þetta spurning. Þetta, eins og kannski þau segja, einföld lausn, en hvers vegna ekki að leggja það á sig akkurat að standa við þessar fyrirætlanir ímynd Vestfjarða sem stóriðjulaust hreint svæði? Já, ég vil segja það fyrst að þetta mjög athyglisverður listi sem að þarna birtist, en það sem efst á listanum stórskipahöfn skipunarhöfn. Ég reikna með að slík höfn, að hún þurfi að nota margfalt meiri orku. Það þurfi að virkja miklu meira til þess að koma henni á lakirnar heldur en olíuhreinsunarstöð. Og ég ekki viss að menn sé bara einfallega búin að hugsa þetta í botn. Það verið að setja frá ýmsar hugmyndir sem eru greinilega ekki hugsaðar í botn. Þetta einn þeirra. En það þarna hins vegar ágætar aðrar hugmyndir eins og að efla háskóla á Ísafirði og þá kemur einmitt olíuhreinsunarstöð mjög sterk inn vegna þess að það engin háskóli sterkari en sá skóli sem hefur góð tengsl við öflugt atvinnulíf og þar olíuhreinsunarstöð alveg dæmigert fyrirtæki sem að gæti stutt við uppbyggingu háskóla. En Þórólfur, hvað með, það gríðarleg mengun frá svona stöð? Hver segir það? Það kemur fram bara í skýrslum mengunina. Hún 560.000 tonn og sumir segja upp í 1 milljón tonn á ári af koltvísýringi sem kemur út úr þessari stöð. Þessi ákveðna stöð, hún hefur fyrirmyndamódel sem stöðin í Stangendangen í Óslófirði í Noregi og í áætlunum þeirra sem hér standa að þessu verkefni miðað við sambærilega losun og það að ræða 560.000 tonn. Þetta innan okkar losunarheimilda til dæmis? Losunarheimilda Íslands? Nei, losunarheimildir þurfa náttúrulega í fyrsta lagi ekki að vera fyrir hendi fyrir en að kemur að því að þessi stöð verður reist. Hún fer ekki að starfa fyrir en eftir 2012, þar að segja eftir núgildandi Kyoto tímabil. Þannig það reynir ekkert á það á þessu tímabili. En af því að það talaði mikla mengun sem kemur frá þessu og akkurat þeir sem hafa verið á móti þessu tala það, en það líka tala það í til dæmis þessari skýrslu frá þeim sem vilja byggja þessu olíuhreinsunarstöð að þarna þið hreinsuð og þarna út úr þessari stöð kemur mun hreinni olía heldur en að við erum að kaupa til landsins, þannig að heildarlosunin landsins myndir henni minnka vegna þess að við varum að nota miklu hreinna bensín við sem byggja þetta land. Það náttúrulega mjög mikil einföldun að halda því fram að það yrði minni losun hjá Íslendingum per se. Ef við að líta á þetta heilstætt og við erum alltaf að bera okkur saman við aðra þjóðir og við ætlum að taka þátt í þessari baráttu, það þarf alltaf að brenna allri olíu sem kemur inn í olíuhreinsunarstöðina. Henni þarf allir að brenna. Og hvort sem hún mengar 560.000 tonn eða 1 milljón, 560.000 tonn, ég get alveg tekið það trúanlega. Það samt sem áður 18% aukning okkar Íslendinga og við einfaldlega lítum á það hjá framtíðarlandinu að Vestfirðingum yrði miklu betur borgið ef að samfélagið yrði byggt upp með heilstæða ímynd sem stuðlar að hreinleika í matvælaframleiðslu, sem stuðlar að hreinleika í öllu sem kemur frá Vestfjörðum. Og þannig að stjórnvöld að sjá þennan möguleika. Þá ekki að vera hlutverk íbúa Vestfjarða að samfara þau að halda byggð í landinu. En að því verðum að tala og ég tala þig í dag, þarf að gera eitthvað núna. Hvað vildur vilja gera þig nú? Þú komst inn á þátt stjórnvalda áðan og ég ætla að leyfa að svara því þá núna. Hvernig finnst þér að stjórnvöld ætti að koma þessu
já, hvað ég segja, þessari uppbyggingu, þú veist að tala grunninn í samfélagsgerðinni. En alltaf fyrir að fyrsta þá engin tenging á milli þessara svæða sem telja má. Norðursvæði, suðursvæði, strandir, það þarf að geta tengt þessi svæði betur saman og það veit Þórólfur manna best. Við höfum nú dregið hvort annar hérna upp á fjallvegum. Það er hringtenging, já það er á annan veginn, afsakið. En hringtenging ljósleiðara og menntun, númer 1, 2 og 3, og á hverju við að byggja þessa menntun. Hún hlýtur að þurfa að byggja á staðarþekkingu Vestfirðinga og hver er hún? Hún tengist hafinu. Alþjóðlegur hafrannsóknaskóli, veðurrannsóknaskóli. Þetta eru tækifæri sem framtíðarlandi lítur á miklu frekar. Þórólfur, hvað segirðu? Ég segi bara aftur, sko, þetta er ekki spurningin annarkvort eða. Það er bara enga megin þannig og mér finnst, sko, Ólafur fara frjálslega með tölur. Ef hann er að miða við núverandi losunarheimildir, samkvæmt Kyoto-sáttmála, þá erum við með þessar almennu heimildir upp á 3,7 milljónir tonna og íslensk ákvæðið eru upp á 1,6. Og þannig að ég veit ekki hvernig hann finnur sín 18%. Þetta er ekki í sérákvæðinu, þetta er bara eins og þetta er undir almenna ákvæðið. En hann talar Vestfirðinga og mér langar bara til að segja frá fundi sem atvinnumálanefndir Vesturbyggðar og Tálknafjarðar héldu á mánudaginn var. 150 manns sem samsvarar 12% af íbúum svæðisins mættu. Allir voru ánægðir með þess að framkomum olíuhreinsstöð og virtust vera henni fylgjandi. Þetta samsvarar því að það kæmu 24.000 manns á fundi í Reykjavík atvinnumál. Sæjur það fyrir þér? Við skulum bara láta þetta vera lokaorð, við höldum áfram að fylgjast með þessu máli en þið kynnið ykkar... Okkar skýrsla verður kynnt á morgun klukkan 8:30 í Norræna húsinu. þar sem við ætlum að bera þessar hugmyndir á borð og diskutera þær og þarna koma fram fjölmargar hugmyndir, einnig olíuhreinsunarstöð. Þannig að við slepptum engu. Þetta eru hugmyndir frá Vestfirðingum og við ætlum að leyfa þeim að njóta sín. Kærar þakkir þetta, Ólafur og Þórólfur.